Loka getur verið náttúrulega eitthvað sem lokar eða opnar fyrir eitthvað. En í líffræði eru við yfirleitt að tala um hjartaloku. Hjartalokurnar eru nokkrar. Hjartað skiptist upp í 4 hólf. Ég teikna mynd af hvorri hlið hjartans fyrir sig og svo einhver vöðvi svona í kringum þetta. Blóðið kemur inn í kallaðar gáttir, fer þar niður í hvolfin og þaðan út. Það er loka hérna á milli sem hleypir blóðinu inn en ekki tilbaka. Þetta eru svona einstefnulokar sem geta opnast í þessa átt, sem sagt opnast svona, en svo lokast þeir aftur og þá kemst blóðið ekki í þessa átt því það er lokað. Það eru eins lokur nema sem snúa bara í hina áttina hérna megin og svo hér, þannig að blóðið kemst bara þessa leiðina en ekki öfugt. Hjartalokurnar koma í veg fyrir það. Ef að þessar lokur hins vegar bila, þá virkar hjartað ekki eins vel því að þá er blóðið sem blóðið ætlar að dæla hér út getur allt í einu farið að fara hingað út og þá vinnur þetta á móti hvert öðru og þá erum við í vanda. Það er hægt að skipta þessar lokur en þá þarf að opna allt hjarta og það er stór aðgerð en hún heppnast yfirleitt vel og þá getur viðkomandi átt mörg góð ár eftir það.